við erum að fá yfir 60 sjúklinga yfirleitt á hverjum degi. Við erum með 20 stóla eða rými og það oft bara mjög þröngt og sjúklingar þurfa að geta þurft að bíða lengi eftir að komast að í meðferð út af því. Og það bara lítið næði, það þröngt á milli stóla, þannig að þetta bara oft erfitt. Svona lyfjameðferðir, þær eru svo margvíslegar. Sumar meðferðir taka 7 tíma, aðrar taka hálftíma, sumar 3 tíma og þetta náttúrulega þarf mjög mikið skipulag þegar svona þröngt í það bara í rauninni barist hvert stól og hvert rýmið þarna. Þannig að fólk getur þurft að bíða bara lon og dón eftir að komast til sína meðferð. Síðan það stólarnir og maður sest í stólinn sinn og ég menna hann góður, þessi stóll fínn og maður situr í honum og sumir sitja í þessum stól í allt frá því að vera kannski í hálftíma upp í að vera kannski 3-4 klukkutíma og margir lengur. Maður var ýmist að beygja sig til hliðar eða færa stólana til eða þær þurftu náttúrulega að athafna sig hjúkrunarfræðingarnir og það ekki mikið gert ráð fyrir okkur aðstandendum á LFB að það bara ekki pláss. Og þá ertu bara í þínum stól og síðan þarft þú ef þú ætlar að labba eitthvað þá engin aðstæða til þess. Þú ert kannski að standa upp, það vont að sitja svona lengi og þú vilt kannski gjarnan aðeins standa upp og hreyfa þig en engin aðstæða til þess. Það ekki hægt að fara að labba fram gangana, maður bara fyrir öðrum. Við erum 2 sem vinnum hérna frammi og vinnum hér þá í tengslu og erum í sambandi við læknan hérna frammi og við erum hérna að sinna sjúklingum, við erum að hringja mikið í sjúklinga og við sitjum hérna við hliðina á biðstofunni. Þannig að hérna á biðstofunni sitja sjúklingar sem að bíða eftir læknaviðtölunum sínum og við þurfum svolítið að passa okkur því að það heyrist vel hérna á milli. Þar sem að við erum stundum með fólk hérna sem að koma úr viðtölum, við sitjum viðtölum í læknanum þegar fólk að koma hérna í fyrstu komu og það oft með spurningar þegar það kemur fram. Ég hef alveg staðið hérna á ganginu með grátandi fólk og ég hef enga aðstöðu til þess að taka það afsíðis, þannig að það stundum erfitt, já.